Hjertalega velkomin, gaman að sjá okkur. Ég verða eiginlega að fá hrósusvenju sko, og það alveg rétt, það spurning hvort maður endurnýji heitinin undir einhvern tímann eða gerir eitthvað svona pop-up brúðkaup eða eitthvað, nafnaveislu eða eitthvað, en ok. Ég ætlaði nú reyna svo sem bara að vera með, mér langar, ég bara þreytist ekki á að kynna atvinnu og nýsköpuna stefnun okkar sem við samþykktum 2022 og gildir til 2030 og ég ætla svo sem ekki að fara neitt eitthvað sjúklega mikið í hana. Ég að nýta mér aðeins nokkrar glærur úr til þess að svona, hvað maður að segja, tengja við það sem við erum að gera og kannski fyrst langar mig að segja að við eyddum alveg ótrúlegum tíma í þessari vinnu, í það að ræða að nýsköpun ætti að vera allstaðar inn í borgarkerfinu, allstaðar í öllum þráðum hjá okkur, myndi kvíslast niður, bæði innan atvinnulífsins, í allri okkar hugsun og líka innan borgarkerfisins. Og það sem var ég ánægð að sjá hérna úti í Könglunum, að þar einmitt einn möguleikinn að implementera meiri svona nýsköpuna menningu inn í svona starfsmannaumgjörn okkar, verandi eitt af stærstu fyrirtækjum landsins. Þá skiptir þetta máli, en þetta mjög flókið í framkvæmd í rauninni. Þetta er ekki eitthvað svona ein implementering sem bara gerð einu sinni. Þetta verður þetta að vera eitthvað sem er ongoing alltaf. En ég ætla aðeins að það sem okkur í rauninni mikið umhugað núna, það eru í rauninni þessir traustir og skilvirkir innviðir. Við vorum með, kannski ég segi af hverju ég hérna. Já, ég formaður sem því að vera forsetaborgarstjórnar, þá ég formaður atvinnu, nýsköpunar og ferðaþjónustumála í borginni og svona leiði það verkefni og eitt af því sem við gerum og eitt af því sem þessi stefna kenndi okkur var að við yrðum að auka samtali við atvinnulífið. Bæði þetta hands-on samtal sem alla daga, sem starfsmenn eru í, en við sem erum í pólitíkinni erum þá meira að ræða þetta svona policy hlutan á því, sem þá mjög mikið formenn hagsmunasamtaka, framkvæmdastjórar og svona þá meina ég formaður SA og allra þeirra undirfélaga, verkalýðshreyfingarinnar og fleira. Og eitt af því sem við gerðum í vetur til þess að svona auka það samband, þá fórum við í þetta svona top level samband, því að það búið að vera mjög gott vinnusamband milli starfsmanna Reykjavíkurborgar og fólksins sem í svona hands-on í hagsmunasamtökunum bara núna þó nokkuð skeið. Og það voru nokkuð verkefni sem urðu til þess að það skánaði mjög mikið upp úr árinu 2018 og 2019. Hæ, er það að koma inn? Er það að koma inn? Það rampur og allt sko. Já. Hæ. Við erum reyndar í upptöku sko, þannig að ég verð að halda áfram bara, alveg hérna. En eitt af því sem við gerðum núna til þess að auka það samtal var að við héldum fund með öllum formönnum atvinnulífsins, klasana, háskólana og verkalýðshreyfingarinnar núna í haust. Og eitt af því sem kom þar inn, við gerðum náttúrulega, fórum í slædóvinnu og allskyns umgjörð í kringu þá. Það sem niðurstaðan var þá vorum við að hugsa samkeppnishæfni borgarinnar og niðurstöðurnar voru þar að það yrði að efla innviðina, sérstaklega nýsköpunina og klasana. Og þarna voru samankomin, þetta 360 gráður samfélag, skulum við segja, hérna á Suðvesturhorninu. Og það voru bara, pólitík var bara einhvern veginn bara sett til hliðar, allir hafa skoðun, ég getum bara farið endalaust rífast borgarlínuna eða eitthvað svona flugvöllin, það alltaf hægt að eyða tíma í það. En við gerðum það ekki þarna og þá bara drógust fram þessar skýru áherslur sem var alveg ofsalega gott að fá og við erum að vinna eftir núna í dag. Mig langar kannski að segja, við í borgarskipulagsmálunum út frá nýsköpun og út frá því hvernig við sjáum atvinnulífið þróast, þá hefur verið unnið að nokkrum hverfum sem eru svona frekar skýr í okkar huga í dag. Við erum með vísindaþorpið, vísindagarðana, við köllum það stundum vísindaþorpið, þú segir okkur aðeins hvað þið kallið á eftir. Við erum með Gufunes, sem var nú bara síðast í fréttum í Kastljós í gær, sem þá að verða svona umgjörskapandi greina og þar erum við þá bæði með atvinnulíf og íbúa, en í vísinda hverfin okkar eru rauninni íbúarnir mestmegnis nemendur.
En í Gufunesi eru blöndu byggð í rauninni beint við skapandi greinar. Svo erum við með mikla grósku út á Granda. Við erum með sjávarútvegið þar og ég er svo heppin að vera einnig stjórnarformaður Faxaflóahafna, þannig að ég er mjög mikið með höfnina og þau verkefni í fanginu líka og þar erum við með atvinnu svæði líka, en það er alltaf að koma upp hugmyndir. En nú erum við með aðalskipulag til 2040 og það er alltaf að koma upp hugmyndir, hei, megum við byggja hérna? Getum við sett íbúðabyggð á Granda? Og eins og staðin er núna, þá erum við bara með mjög skýrt aðalskipulag sem segir bara að Grandinn er atvinnu uppbyggingasvæði. En það er þessi þörf, finnum við, að blanda meira. Og út frá borgarskipulaginu, þá er það skemmtilegt, en það er líka mjög flókið. Það kallar á alls kyns afleita þjónustu eins og allir þekkja, leikskóla, skóla og svo framvegis. Og nýjustu hugmyndirnar og þegar við auglýstum teymið hennar Huldu og Jóns og fleiri inni, þegar við auglýstum lífskeiðakjarnapælingar, að þá eru meðal annars aðilar sem komu með þá hugmynd að stofna lífskeiðakjarna eða byggja upp lífskeiðakjarna út á Granda. Hvað segirðu? Hvað er lífskeiðakjarna? Já, frábært. Það er nefnilega fyrir aldraða eða fyrir svona 60 plus og þá er það svona klasi af sjálfstæðum íbúðum fyrir fólk á mínum aldri, eða næstu því mínum aldri, aðeins eldra og síðan gætu það verið hjúkrunarheimili, það getur verið þá heilsugæsla, sjúkraþjálfun og allskyns og það er, lífskeiðakjarni er ekki eitthvað sem er til í lögum og reglum en það er svona orðið markaðslegt svona fyrirbæri sem að fólk er að fara að tala um og þá kem ég inn á það sem að því að nú er ég búin að velja að segja ykkur sko hvað er í rauninni í gangi núna, það er Gufunes, það er vísindagarðarnir, það er Grandi sem dæmi og svo það eru alltaf líka hugmyndir, við fáum það mjög oft til okkar inn í Faxaflóahafnir, hugmyndir hvort það megi ekki byggja meira en eru hafnasvæði, en það er náttúrulega bara stór hættulegt svæði, þannig að það gengur ekki, en það kom alltaf svona hugmyndir, megum við vera nálagt atvinnulífinu og það eru ákveðnir svona frictions sem að gerast þá, en það sem er tækifæri er nú erum við að byrja erum með verkefnum sem kallast lífskeiðakjarnar. Við erum búin að samþykkja það í borgarráði að fara í nokkur svona verkefni. Þau eru út allt. Það verða, í rauninni best að segja lífskeiðakjarni sé í rauninni klasi á þess að vera bara svona nýsköpunarklasasamfélag. Heldur það klasi af einhverjum ákveðnum þá hópum eða aldri eða ég veit ekki, getur verið í rauninni hvað sem er En lífskeiðakjarnarnir eru núna að fara að þróast og þeir, góðan daginn, velkomin, gangið í bæinn. Komið inn, það er nóga. Þannig að þar eru tækifæri og svo er eitt, gaman að sjá okkur, sæl kæra. Svo eru fleiri tækifæri, því að nú ætlum ég að fara að leyfa Rolfu að koma af stað, sem að okkur langar að skoða. Því eitt af því sem við erum að gera í borgarskipulaginu fyrir íbúa er að þið náttúrulega þekkja þetta, það er aðalskipulag og svo erum við núna með hverfaskipulag. Og það er gríðarlega flókiferli og skemmtilegt og mikil vinna. Og við erum komið með hverfaskipulag fyrir nokkur hverfi núna, Breiðholtið og Árbæi sem dæmi og það er verið að vinna og búið að vera að vinna mjög mikið í Hlíðunum og Hvastaleiti og Fossvogi. Svo ég allavega muni, ég er búin að fara í nokkra svona hverfagöngur sem snýr að því. Við erum að fara að halda áfram í þessu hverfaskipulagin og þegar við erum í vinni í því, þá erum við mjög mikið að hugsa demografíun í hverfinu. Hvernig er hún, hvernig er umgjörðin, hver eru skólar og leikskólar, hvernig er 15 mínútna hverfi, hver getur labbað. Og þá er mín spurning svo, hvað er atvinnulífið í hverfinu? Hvernig tengist það inn? Er eitthvað nýsköpun í þessu hverfi? Og þetta er data sem við höfum ekki. Við vitum hvað eru mörg fyrirtæki í borginni, cirka bát. Við vitum hins vegar ekkert hvernig þau dreifast borgina, við vitum ekki hvernig þau eru kategoriseruð og þetta er eitt af því sem okkur langar að sjá. Af því að við viljum spyrja okkur, ok, ef við fáum þessa mynd, erum við kannski að sjá einhverja falda kjarna sem við erum ekki að sjá í dag? Af því við erum óttalega blind. Ég stundum tekið Grafavoginn sem ágætisdæmi, af því að nú kem ég úr efri byggðum og er uppalinn í Breiðholtinu og búið í Árbænum og verið mikið upp í Grafavogi og ég veit bara að í Grafavogi er ákveðin tegund af fyrirtækjum. Það er bara byggt á minni tilfinningu. Ég veit ekkert meir um það, ég er ekki með neitt data eða greiningar um það. Þannig að þetta er eitt af því sem okkur langar að gera að skoða þetta betur. Hvernig getum við fengið þessa mynd
og nýtt okkur hana inn í hverfisskipulagið, inn í uppbyggingu mögulega á klassasamfélagi, inn í bara deiliskipulagsvinnu og inn í þetta 15 mínútna hverfi og framtíða þéttingu byggðar sem við viljum. Ég held að ég sé búin að koma að öllu sem ég ætla að segja til þess að það getur orðið eitthvað dialóg, það held ég að þú takir við, er það ekki? Er það ekki? Já, komið þið sæl, ég heiti Hrólfur Jónsson og ég starfa sem aðstoðar framkvæmdastjóri Vísindagarða Háskóla Íslands og búinn að vera hjá Vísindagarðum síðan 2018, var áður hjá Reykjavíkurborg og takk fyrir bara að bjóða mér að koma hingað og segja örfá orð og hugmyndin eins og ég skildi hana var það að tala skipulag versus nýsköpun og mér langar að byrja á því bara svona að fara aðeins til minnar barnæsku. Skipulag borga getur verið mjög svona erfitt og snúið að átta sig á hvernig það í rauninni þróast eftir að það kemur af teikniborðinu og hugmyndafræðinni sem þar og hvað verður síðan. Og þetta ótrúlega skemmtilegt að pæli þessu. Til dæmis ég ólst upp í Hlíðunum, ég ólst upp í Bólstaðarhlíð nálægt tiltekið. Og við eiginlega krakkarnir í Bólstaðarhlíðinni, þó að Bólstaðarhlíðin næði alla leið niður á Lönguhlíð, þá lékum við okkur eiginlega aldrei við krakkana sem áttu heima á milli Stakkahlíðar og Lönguhlíðar, ég veit ekki af hverju. Ég kynntist þeim seinna þegar ég var orðinn stór og svona og þá vorum við í sama skóla en við einhvern veginn fórum aldrei að yfir Stakkahlíð. En ástæðan var kannski sú að minn árgangur 1955, hann svo stæðsti sem hefur fæðst eða orðið til, síðan hann var ekki settur í annað sæti fyrir 2010 þegar Íslendingar voru auðvitað orðnir miklu fleiri sem gerði það verkum að það var alveg svakalega mikill massi af krökkum í Bólstaðarhlíðinni þarna sem ég átti heima og ég vil meina það að þarna var til alveg ótrúlega mikil nýsköpun vegna þess að það var í rauninni bara gatan var ekki einu sinni malbygguð, hún var bara malargata og við lékum okkur bara mest á götunni. Og af því að við vorum þetta mörg að þá var þarna heilmikil svona sköpun í gangi hvernig maður átt að leika sér. Það var ekki bara hægt að ganga rólónum eða klifurgrindunum og öllu því sem að krakkarnir gangi í dag. Þó að það, ég alveg sannfærður það, ég bara horfi á mín barnabörn að þau alveg jafn kreatív og ég var þó að þau hafið þessi leiktæki. En þarna komu margar alveg stórkostlegar hugmyndir fram og sumar svo góðar að það var kannski svona á mörkunum að það væri skynsamlegt að framkvæma þær. Og það akkúrat það sem að nýsköpunin auðvitað gengur út á. Og það var auðvitað þannig að foreldrar okkar voru algjörlega ósammála okkur það að framkvæma ýmsar af þeim hugmyndum sem við ætluðum að fara í þarna. En svona punkturinn með þessari sögu sá að það þarf, ef við ætlum að búa til klasa eða einhvers konar svona samfélag, nýsköpunar samfélag, þá þarf ákveðin massa, það þarf ákveðin fjölda. Og það held ég að sé það besta við vísindagarða, að þeir stórir, það tækifæri til þess að byggja þar upp mjög fjölmennt samfélag. Það hefur auðvitað að sumuleyti þann ókost að það tekur langan tíma og það tekur svolítið tíma að ná upp þessum krítíska massa en ég finn það að hann að koma núna. Það eitt sem að ég held að sé rosalega mikilvægt að við þurfum hennan fjölda til þess að við þurfum líka að passa það að það sé mikil fjölbreytni fólks. Það þurfa í rauninni og það get ég líka horft til í barnæsku minni að á þessum stað sem að ég ólst upp, þar var í rauninni engin svona félagsleg sortering. Það var bara, ég var að leika mér við dóttur forstjórans í Ford og ég var að leika mér við son sjómannsins og tollarans og þarna voru
þarna var algjörlega svona, það var engin svona félagsleg einsleitni og ég held að það sé líka rosalega mikilvægt í allri skipulagsvinnunni að tryggja það að það sé sem sagt, þetta dragi að alls konar fólk. Og við tókum einu sinni þátt í því sem að hét Talented Attractive Management. Ég veit ekki að draga að sem sagt talenta en það svona kannski hluti af vandamáli Íslendinga mögulega að breytast að við erum tiltölulega fá og það ekkit sko líkur á því að það komi einhverju snillingar úr þessu þýði sem að við höfum bara í Íslendingum. Þannig að það rosalega mikilvægt held ég fyrir og skipulagið getur stutt við allt þetta. En það sem að ég held að sé líka mjög mikilvægt fyrir alla nýsköpun og það að fólkið hittist. Það sem sagt bara eiginlega númer 1, 2 og 3 segi ég. Og það ekkert sjálfsagt og það að mörguleyti sko umhverfið getur skapað það. Þannig núna til dæmis verið að búa til þróunaráætlun fyrir háskólasvæði þar sem á að verða til grænn garður sem fer svona hringinn í kringum kampusinn eins og hann í dag. Og ég alveg viss það, sannfærður það að þessi þetta græna belti sem verður búið til, það mun stuðla að því að fólk það fer að hittast. Vegna þess að það í rauninni að mínu viti þannig að það svona, sá bátur alveg farinn að maður geti setið svona einn og komið með lausnina. Maður þarf þverfaglega samvinnu, mjög margra til þess að eiga við vandamál heimsins og til þess að það verði til þá þarf fólkið að hittast og það óskaplega mikilvægt að búa það líka til í skipulaginu að það séu sem sagt fjölbreytt tækifæri, það séu alls konar staðir þar sem að svona draga þig að og þetta held ég svona það flóknasta að finna út úr þessu og búa þetta til. Hvernig sem sagt en samt þá auðvitað höfum við ákveðnar svona línur til að fara eftir og það þarf að passa upp á að húsin séu þannig að þau séu opin, að það sé skýrt hvar þú ferð inn í þau og hvað tekur við þér þegar þú kemur inn í húsið að þú svona, já, nei, mér líst nú ekkert á þetta. En síðan eins og á Vísindagörðum að og það þarf þessa fjölbreytni. Öll húsin geta hins vegar ekki verið þannig vegna þess að í sumum tilvikum að þá þarf bara nýsköpunin að vera lokuð af, þú ert að vinna með tilraunastofur eða þú ert að vinna með efni, þú ert að vinna með genabreyttar frumur eða þú ert að vinna með eitthvað sem að þú getur ekki í rauninni hleypt öllum að eða verið með opið upp á gátt. Þannig að þetta þarf ákveðna stærð, þetta þarf ákveðið svona bjóðandi umhverfi og þetta þarf sem sagt umfram allt að þarf að vera einhver fjöldi þannig núna til dæmis á þessari nýsköpunarviku að þá sko stöndum við uppi með það að það gríðarlega margt í gangi og til þess að það sé hægt að þá þarf náttúrulega ákveðin massa og mjög gaman að sjá ykkur og fá að tala við ykkur en þetta svona það sem við langaði til þess að deila með ykkur. Má ég bara spyrja varðandi Grósku 2 eða hvað það nú kallast næsti áfangi á Vísindagörðum? Já. Sko næsti áfangi á Vísindagörðum sem sagt rannsóknarhús sem vísindagarðar ætla að fara að byggja. Ég einmitt að færa mig úr því að vera starfsmaður vísindagarða yfir í það að byggja þetta hús. Og við höfum kallað þetta hús djúptæknikjarna. Ekki gott nafn, bara að segja það strax. En þetta bein þýðing á því sem heitir Deep Tech og þarna í þessu húsi, og þetta ekkert ósvipað og hugmyndir HR, þó að við séum kannski komin aðeins lengra vegna þess að það stendur til þess að byrja að grafa fyrir þessu húsi á næsta ári. En þarna sem sagt hugmyndin að fólkið af Landspítala háskólasjúkrahúsi, fólkið úr háskólunum, fólkið úr stofnununum eins og keldur, veirufræðin, alls konar tæknisetur og fyrirtækin
hittist og hafi aðgang að sameiginlegum innviðum sem eru þá opnir og bjóðandi og það verði sem sagt greitt fyrir ákveðið gjald eftir því hvaðan þú kemur og hvernig það til þess að fá aðgang að þessum rannsóknarinnviðum og þá leið að skapa sem sagt þverfaglegt samstarf á milli lífvísinda og eðlisfræði og verkfræði og allra þessara vísinda sem við erum með í dag. Þetta sem sagt það sem næst á döfinni þarna á vísindagörðum og síðan vilja yfirlýsing það sem við höfum kallað visku sem þá annað hús þarna en það svona aðeins í smá biðstöðu út af bara því að það ekki einfalt að fjármagna byggingar í dag með að við svona vaxtastig og annað þannig að en þar sem sagt verið að leita að kjölfestu leigjanda. Hvað viska? Viska í rauninni svipað hús eins og gróska. Og nú vitið þið kannski ekkert hvað gróska en sem sagt tilgangur vísindagarða að vera sem sagt svona torgið þar sem að atvinnulífið og háskólinn mætast. Og í grósku sem sagt kjölfestuleigjandinn CCP og þar til dæmis háskólinn búinn að staðsetja tölvunafræðina og það mikil dýnamík þar á milli og síðan gróðurhúsið þarna á annarri hæðinni í grósku, Íslandsstofa á 4. hæðinni sem við erum með miklu samstarfi við og við köllum sem sagt vísindaþorpið, það sem sagt HR, HÍ, vísindagarðar. Það stóra og við erum garðurinn en svo þetta kannski ekki gott að kalla þetta þorpið sko þannig að þetta heitir Reykjavík Science City, við tölum alltaf það samstarf með Íslandsstofu og var komið á fyrir talsvert löngu síðan sem sagt þessu samstarfi til þess að í rauninni tengja saman þessi svæði vegna þess að það eru lóðir á HR-svæðinu og það eru lóðir á spítalasvæðinu og það eru lóðir hjá okkur og þetta þarf svona svolítið að spila saman og þannig að þetta sé ekki hvert að toga í hvort annað. En ég bara búinn að steingleyma hvar ég var akkurat, þú spurðir ég á hvað gróska, hvað viska og hugmyndafræðin með visku þá svo að gróska svona þú kemur inn á fyrstu hæðina til okkar í nýsköpunarsetrið. Þar eru bara grasrótin, þú farið einhverja hugmynd og í stað þess að sitja á kaffihúsi eða sitja heima hjá þér þá kemur í nýsköpunarsetrið og þá allt í einu fyrirtæki búið að fá presens, það búið að fá póstkassa, það búið að fá aðstöðu að fundarherbyggjum en umfram allt það búið að fá svona aðgang að samfélagi og samtali og hún til dæmis hjá okkur hana og það rosalega dýrmætt. Svo hugmyndafræðin þegar hún verður komið með aðeins fleiri starfsmenn en sjálfan sig þá getur hún flogið upp á aðra hæð í gróðurhúsið. Men det tror jag som lite export. Það í góðu lagi. Þetta allt mjög frjálslegt, við vitum það. Og viska þá þannig að fyrirtækin geti við erum til dæmis, það alveg komnar svona 6 sögur af fyrirtæki sem byrjaði hjá okkur, fóru upp á aðra hæð og það bara óx svo hratt að það komst ekki, það var ekki lengur pláss fyrir það á vísindagörðum og þau eru farin og þá kannski verið að hugsa visku þannig að þar getur síðan þá þróast yfir og þar sé pláss þá fyrir ennþá svona þróaðri fyrirtæki getum við sagt. Eða fyrirtæki sem vilja til dæmis hafa aðgang að þessum rannsóknarinnviðum sem verða í nýja húsinu eða eru í miklu samstarfi við háskólann vegna þess að ég gleymdi því, ég meiri segja ég get sannað það, ég ætla að segja ykkur það. Ég með minnismiða sko. Og sko tengsli við Háskóla Íslands, þau eru alveg rosalega mikilvæg vegna þess að öll nýsköpun hún byggir í rauninni á grunnrannsóknum sem fara fram í háskólanum fyrst og fremst og hann ætlar að Ólafur að tala aðeins meira þetta veit ég á eftir en sko það svona ákveðið image að Steve Jobs hann hafi fundið eitthvað upp, hann fann ekki neitt upp það var allt fundið upp í háskólanum sko
Hann bara fattaði hvernig hann gat nota það. Og það akkurat þessi tenging sem við sem við þurfum einhvern veginn að ná. Taka þessar grunnrannsóknir og búa til úr þeim hagnýtar rannsóknir sem síðan verða að vöru sem að býr til þá störf, býr til virði, býr til lausnir á okkar stærsta vandamáli sem auðvitað loftslagsbreytingarnar. Og þetta það sem að svona vísnigarðar standa fyrir og ég held sem sagt að í grunninn þegar Reykjavíkurborg tók ákvörðun það að gefa háskólanum þetta land 1961 að þá hafi verið alveg ótrúlega það hafi verið ótrúlega góð ákvörðun. Takk fyrir. Bara til þess að segja ykkur líka frá því að við leigjum síðan viðskiptamódel vísindagarða að leigja lóðirnar til fyrirtækjana. Við höfum ekki átt húsin í upphafi. Það svolítið svona stílbrot núna, við ætlum sjálfa að fara að byggja þetta hús, en það vegna þess að vísindagarðar orðin svo fjárhagslega sterkir. Þeir hafa tekjur af lóðunum sem að fyrirtækin byggja í stað þess að, þetta mjög flókið, í stað þess að þau borgi kass byggingaréttin eins og þau gera hjá Reykjavíkurborg, þá gera þau 50 ára leigusamning og borga okkur 600 krónur á fermetr í lóðalegu á mánuði fyrir hvern fermetr sem þau byggja á lóðinni. Og það þýðir það að vísindagarðar eru komnir með 1000 milljónir í árstekjur mínus einhverjar afborganir af lánum og annað, þannig að við erum að skila einhverjum 400 milljónum inn í nýsköpun á hverju ári núna. Nei, við erum fallin tíma, þannig ef einhver fara að fara, þannig að þetta bara svona getur gráð, svona meira óformlega. Takk fyrir, gaman að sjá. Endilega ef þið viljið spyrja eitthvað líka. Já. Ég bara, kannski meira ef maður hugsa það því að núna svona rafmyndir þetta viðbyrðið hérna, bara þetta vistkerfi nýsköpunar, bara svona almennt, þú veist hvernig þetta virkar. Eitthvað það sem þið sjáuð, við þurfum að verða betri hér. Það þá í þessu að vera meira strategísk í því hvar við erum að leggja fókusin einhvern veginn, en þetta núna spennandi líka að það gerist 2000 þærigning, klasi eða þekkingarkerfi sem að fara að myndast þar. Og ég bara núna, þegar maður finnir væpið í kringum, þarna maður voru með að þetta geta orðið svona smá einhver stórborgar fílingu, Já, fyrir kannski einhver sem þekki ekki, þá þetta svæði, Hafnarhúsið sem Reykjavíkurborg búin að kaupa og Tollhúsið gamla. Tollhúsið að fara að verða listaháskólinn og Hafnarhúsið að fara að verða hús svona menningar og listar og sérstaklega þá myndlistar og þannig. Þannig að það að fara að koma einhvers konar klasi þar, já. Það sem að listasafn Reykjavíkur í dag, í helmingnum húsum, allt það hús heitir Hafnarhúsið. Það sem að Hafnarhús núna, það verður safn til Tryggva og þannig að það allt í svona. Ok, meira af húsum. Já, Reykjavíkur, Faxaflóð hann aftur tónlist. Og Reykjavíkurborg má kaupa allt húsið. Og þannig að það á að pæla það. Svo Grófarhúsið enn og aftur myndir. Grófarhúsið vestast, svo kemur Hafnarhúsið og svo kemur Tollhúsið og þetta verður allt svona menning og listir og verður mjög skapandi og skemmtilegt og þá meira svona tímlistirnar, myndlistinn og svo litteratúrinn í Grófarhúsinu. Já, og svona liðra í rauninni samfélags svona torg. Já, og meðan svona skapandi greinar kvikmyndalistinn og fleira upp í Gufunesi. Það sem ég hef bara alltaf áhyggjur af og við finnst við ekki vera nógu duglegir í og þú erum búin að heyra með Milljón sem segja þetta og það það að gefa atvinnulífinu og nýsköpuninni sama pláss í allri pólitískri umræðu, skipulagi og fleira eins og íbúum þegar við erum að skipuleggja hverfi og þá á þetta bæði við basic skipulagin líka við alla samgöngur og fleira. Við erum rosalega íbúa óorienteruð og mér finnst í rauninni ofsalega merkilegt að við höfum farið af stað í hverfaskipulag Árbæjar og Breiðholt sem að byrjaði fyrir mörgum ára síðan á þess að pæla neitt í atvinnulífinu. Og ég menn það bara þannig. Við þurfum alveg að vera ærleg með það að það var farið af stað og það ekki teiknað inn í ferilinn í hverfaskipulaginu að draga upp atvinnulífið í hverfinu, tala við það alveg eins og að tala við íbúa. Ég meina þessi risastóri fundir í skólum, börn fá mótir til þess að leika sig með og þetta ofsalega skemmtileg og kreatív vinna. Ekkert svona fyrir atvinnulífið í hverfinu. En samt
vilja allir sem búi í hverfinu hafa einhvers konar atvinnulíf. Vilja hafa nærþjónustu, tannlæknin sinn, hárgreiðslustofuna og kaffihús og já, vilja allir kaffihús. Þannig að þú veist, þetta til dæmis eitt og ég get sagt ykkur þegar við vorum að gera ferðamálastefnu borgarinnar 2018-19, kortur í COVID, þá héldum við stóra fundi, rýnifundi með íbúum og þá eru íbúar sérstaklega í Fossvoginum, í Hvassaleitinu og já, þar sérstaklega sem að sögðu við viljum fá meiri ferðaþjónustu í hverfið og það var allir ás að hissa af því að þetta er á sama tíma og við erum með svona ákveðið friksjón í gangi milli íbúa miðborgarinnar og ferðaþjónustunar og þarna erum við nýbúin að innleiða þetta rútuhringinn í staðinn fyrir að rúturnar væri bara út um allt og þá sögðu þessir íbúar frá já við viljum fá ferðaþjónustu og við spurum af hverju það skapar svo mikið mannlíf, þá verður allt í einu bara miklu meiri business fyrir apótekið, fyrir bakaríið og kaffihúsið. Það vilja allir kaffihús, en við vitum alveg hvernig við hegðum okkur. Við erum ekkert að fara á morgnana, við viljum kaffihús í seinniparti og helgar, en það er ekki business. Ef við getum ekki haft það opið alla vikuna, þá deyja þessi kaffihús bara og við þekkjum það öll. Þannig að það er þessi hugsun sem og nýsköpun á þarna heima með. Ég held að sé hægt að búa til lítil nýsköpun og samfélög í fullt af hverfum bara í miklu minni skala. Ég held sko að þetta er mjög bara gaman að hugsa þetta svona, eitthvað sem er algjörlega sjálfsprottið og svo eitthvað sem er stýrt eins og vísindagarðar og sem sagt við erum alltaf í svona heilmiklu alþjóðlegu samstarfi og ég held að það sé staðreynd, hvort sem okkur líkar það betur að vera að svona samskipti þau spretta ekki endilega upp úr engu. Það þarf svolítið mikið til þess svona að búa þetta til. Og þess vegna held ég að það sé mikilvægt að horfa til svona fyrirbæris eins og vísindagarða sem hafa þá einhvers konar fjárhagslega burði til þess að vera með. Þeir kalla þær til, sko, við erum að reyna þetta þarna út frá en í hverjum einasta vísindagarði sem við heimsækjum þá er einhver svona communication manager. Hann er sem sagt að búa til og skapa viðburði og dýnamík og smátt þá verður einhver dagskrá til sem gerir það að verkum að fólk fer að hittast og spurja og segja, heyrðu, hvað ég er nú að gera þetta og þú ert að gera hvað og já, er það, heyrðu og það er þessi einhvern veginn samt svona sjálfsbrotna samskipti sem eru svo mikilvæg sem gerast við kaffikönnuna. Þess vegna held ég að það sé sko, við finnum alveg fyrir því núna þegar að verðbólgan brennir að það er fólk, það hefur ekki lengur efna á að leigja sér borðið að skrifstofu sko og þá fer það frekar í eitthvað sem er ódýrara og skilur þá eftir svona samfélagið og verður eitt og þá bara sko þetta er bara málu líkið að þessu við sko tré sem bara fer út úr skóginum og ætla bara að vaxa eitt, það bara vissnar og deyr. Það er kannski líka þetta, við höfum líka verið að ræða eins og borgin er með eitthvað húsnæði, það sem að yfir það leigja út en á mjög fínum verði. Hver er rétta strategið þar, hvernig viljum maður aðeila þarna inn og hvernig, núna til að hafna og þá er borginir bara að leigja rekstraðala sem svo. Já. Er það kannski mótileg sem við ætlum að vinna með? Já, að mörgu leyti. Ég er alveg sammála við erum alveg búin að sjá það að við í pólitíkinni getum talað en ef við setjum ekki einhver pening í einhver verkefni og fjárfestum í því þá gerist lítið og þannig að það þarf að búa til, það þarf að fjárfesta í þessu og svo erum við alltaf að rífast peningin, leikskólar, skólar, það er kjarnaþjónustan og þetta er einhvern veginn alltaf eitthvað sem verður úti á jaðrinum, en við erum með einhvern kjarna sem við erum alltaf að fókusera á. En þannig að það er smá, í mínum huga finnst mér við vanrækja þetta fjárhagslega og ég held við getum gert mikið betur. Og þess vegna höfum við farið þessa leið, eins og til dæmis í Hafnarhúsinu, þar sem við fáum þriðja aðila til þess að gera það, til þess að borgin sé ekki að fjárfesta sjálf í einhverjum stöðugildum til þess að heldur er það bara svona svolítið sjálfsprottið og það er bara fín leið. Það er mjög svona atvinnuskapandi leið og bara fín. En þá er alveg spurning, hvernig gerum við þetta á fleiri stöðum? Já, líka kannski er þetta svona hafnað sem er mjög vellukað, virðist vera og það er mikið margir sem er að hafa aðstofuna en það er náttúrulega bara tímabundið
Þú veist, það er oft svona, þú veist, eitthvað sem við setjum inn af því að það er eitthvað rými allt í hennu. Sjávarklassin er svipað dæmi, þá voru það hins vegar bara fasteignir Faxaflóahafnar. Sjávarklassin er í rauninni svona fyrirbæri. Nákvæmlega, það er bara gert upp húsið, það er Faxaflóahafnir sem eiga það og síðan er sjávarklassin sem er þá þriðji aðili sem leigir allt og síðan bíl til þetta samfélag sko. Og það er frábær leið því að ég er ekki talsmennski þannig að borgin sé í rauninni að mana til að þessu öllu en hún verður að einhvern veginn blása lífi í glæðurnar til þess að margir hluti gerist en sumt gerist bara sjálfum sér og þá er það geggjað sko. En ekki alltaf. Jæja, hvað segir þið? Áhverjuspunkturinn sem kemur inn á með atvinnulífið og hvernig við höfum ekki tekið það inn í plönir svona frá upphafi sko. Og ég hugsaði mér sko að ég var rættu svolítið í gær líka klasa og svona áskoranir borgarinn og samfélagsins og þess aftar hvernig við getum unnið meir í sammenningu í kringum það sko. Og ég segja sama sko í rauninni með sko vísindagarðana og tækifæri þar fyrir ríki og sveitarfélög á borð og koma sterkar þar inn. Og vera með okkar áskorunir og vinna í sammenningu með háskóla- og frumkvöðlasamfélaginu að lausnum og finna einhvern farveg fyrir í tenging við það sem við nú þegar styrka sem hvort sem hraðlæri eða hackafón og þess aftar að þarna þurfum við að opna fyrir það í einhvern mæli til þess að brjóta niður sílóan innan hins opinbera sko. Þannig að þarna eru tækifæri alveg gífurleg fyrir okkur. Er ríkið eitthvað að gera í þessu, vitið þið það? Ég hef ekki, sko, það sem ég sé ríkiskaup gera, nú er búið að leggja það niður þegar byrja að safna einhverjum áskorunum sko og svona áskorunarbanka sem við mikið talað og tölum mikið í gær sem við þurfum að taka skref áfram með sko. En að öðru leyti finnst mér bara vanta algjörlega hefur opinbera að koma sterkar inn á þetta svæði af því þá getum við líka verið að fá nemendur og fleiri miðjáttur að vinna að verkefnum sem tengjast okkur raunverulega áskorunum og haft einhvern gagnabanka sem aðri getur sem byggt og annað sko. Þannig að í stað þess að allir sé eitthvað út allt sko. Og það er fullt af fólki sem að leita sér að verkefni sem þeir og tilgangi líka og vilja vinna þessu verkefni. Þannig að við þurfum bara svolítið að vera opinskári með, þetta er staðan. Við þurfum aðstoð og við úttaka það og það getur síðan eitthvað byggst ofan það. Það er tækifærin í vísindagörðum. Þegar við settum þetta nýsköpunarsetur á stað, þá var mjög mikið svona samtalið í stjórninni að það væri mjög ekki góð hugmynd að vera að blanda mjög saman sko þeim sem að hefðu áskrift að laununum sínum og hinum sem að þyrftu alveg reynt að klóra sig áfram á nöglunum og styrkir og allt það. En það hefur alveg sýnt sig að það er engin spenna hann á milli sko. Þarna erum við til dæmis með klag sem að er auðvitað bara fólk ráðið inn en þau eru að reka hraðlana og annað og okkur fannst til dæmis það var svona kom fyrirspurn nýtt fyrirbæri sem er að verða til núna sem er markaðsskrifstofa á höfuðborgarsvæðis þess að hún myndi koma til okkar en nei, heimist ekki alveg nógu vel að það sko. Þau ætla að vera einhvers staðar annar staðar. Ríkóbói. En við sjáum til þess Já, er að flytja sig sko. Við vorum húsnæðis, já. Þannig að þetta, þú veist, sko, er svona, það er spurning sko, Íslandsstofa til dæmis, algjörlega frábært dæmi þar sem hið opinbera segir, heyrðu, já, ok, það þarf að borga þennan 600 kall til vísindagarða, þannig að leigan er aðeins hærri heldur en við hefðum geta farið upp í ögukvarfi. En þá bara mængum við húsnæði sem við erum að nota því við erum svo mikið í útlöndum. Og staðsetjum okkur þarna á vísindagörðum sko og þau smelt passa svo svakalega vel inn í það sem er að gerast þarna að það er alveg geggjað sko. Góðan daginn, ertu að koma með props? Já, props í næstu viku. Kortur, klukkan 1. En erum við ekki að stela öllum tímanum að fyrir eða? Hann er ekki fyrir 2. Já, fyrir ekki það. Já. Það er bara að gera. Það er gaman að sjá okkur og takk fyrir að koma. Já. Og við fórum frá því að vera í rigningu í að vera farin að grætta okkur. Já, það er alveg svo heitt hérna.